Komið sæl. Það var eitthvað síðan ég setti saman síðasta vídeo og fekk skilaboð daginn þar sem einhver var fann að sakna þess að sjá vídeo frá mig og ég var nokkuð ánægð með það og bregst að sjálfsögðu við með því að taka upp eitt vídeo. Og ég að brjóta eina meginreglunum sem ég setti mér í upphafi, það að segja að ég ekki lengur á röltinu, en allan ekki í þetta skipti og ég veit ekki hvort ég lofaði að vera alltaf svona sitjandi en ég ákvað að setjast niður núna og ræða hans við ykkur fundi. Fundir eru skrítið fyrirbæri sem ég hef alveg einstakan áhuga á. Og ég ekki einn það því að þegar að fólk spurt og nú vísa ég í könnun sem Microsoft fyrirtæki gerði fyrir 5 ára síðan. Það voru tæplega 40.000 manns í 200 löndum spurða því. Hver er þinn helsti tímaþjófur? Og allflestir svöruðu tilgangslausi fundir. Og þetta kemur kannski ekki óvart að það eru margir að upplifa tilgangslausa fundi því að það er vandasamt að halda góða fundi. Og ég held að ein megin ástæðan fyrir því að fólk upplifi tilgangslausa fundi er að einhver stjórnandi er að halda fleiri en einn fund á sama tíma. Þetta þýðir að viðkomandi er að taka frá hálftíma eða klukkutíma, bóka fundarherbyggi, boða 4, 5, 6 einstaklinga á fund til þess að ræða 3-4 mál. En þannig vill til oft á tíðum að fyrsta málið á dagskrá á við 1 eða 2 á fundinum, annar liðurinn á við aðra 2 og svo framvegis. Og afleiðingin er svo að fólk situr allan tíman án þess að eiga erindi við nema hluta af dagskráni. Þannig ég hvet ykkur fundarstjórnendur sem ég kalla reyndar fundareigendur, reyna þess að huga þessu ef þið eru að fara að halda fund, reyna þess að hugsa eru þið að halda marga fundi á sama tíma. Og ef svo haldið áfram að bóka fundarherbyggið í hálftíma eða klukkutíma, þannig að þið getið gert þetta allt saman í einni beitt. En gætið það því að boða kannski fólk 2-3 einstaklinga klukkan 2, ef fundurinn byrjar klukkan 2, boðið síðan kannski ykkur aðra 1 eða 2 klukkan 2:30 og leyfið þá jafnvel öðrum að fara ef þeir eru ekki lengur erindi við fundin eða er ekki þáttakendur í fundinum. Með þessu sparaði fólk alveg gríðarlega mikið tíma og það dregur úr þessum tilgangslausu fundum. Annars sem er gott að hugsa þegar maður er að fara að halda fund og það er að spyrja sig einna mjög mikilvægar spurningar. Og spurningin er þessi: þegar fundurinn er búinn, hvað vill ég hafa í höndunum sem ég hafði ekki áður en fundurinn byrjaði? Hvað vil ég hafa í höndunum þegar fundurinn er búinn og ég hafði ekki áður en fundurinn byrjaði? Og svarið við þessar spurningu er ekkert auðvelt alltaf. Stundum er það alveg ljóst, stundum vilja menn hafa ákvörðun í höndunum, stundum vilja menn hafa vissu fyrir því að einhverjar upplýsingar hafi komist á framfæri, stundum vil mann hafa verkaskiptingu alveg klára meðal þeirra sem eru þátttakendur og svo framvegis. En hafa þetta alveg á hreinu, hvað vil ég hafa í höndunum þegar fundurinn er búinn og þið höfðu ekki áður en fundurinn byrjaði? Þegar þið síðan boðið þennan fund, látið fundar þátttakendur ykkar vita hvað tilstandi, hvað þið viljið hafa í höndunum þegar fundurinn er búinn. Þar með vita allir hvenær fundurinn er í raun búinn, í stað þess eins og gerist æði oft að það bókar ákveðin tími, hvort sem það er hálftími eða klukkutími, og við eigum það til að fylla út í tíman. Þó svo að efni fundarins niðurstöðu sé náð, þá vita menn ekki almennilega hvaða var sem átti að framleiða, hvers konar afurð átti fundurinn að búa til. Þar alveg sitja menn bara og ræða málin fram og tilbaka þar til að fundartíminn er búinn. Þannig að þið bæti fundina gríðarlega með þessum einföldu atriðum. Spyrjið ykkur hvað vil ég hafa í höndunum þegar fundurinn er búinn og þið höfðu ekki áður en fundurinn byrjaði. Því að þið viti hvað þið vilja hafa í höndunum þegar fundurinn er búinn, þá þurfið þið enga fund. Hugsið hans þetta, látið mig heyra hvað ykkur finnst fundi og fundatækni. Látið mig líka heyra hvað þið vildu helst heyra í þessum vídeóm, ég hef alltaf gaman að því. Og framöndan núna alveg á næstunni, ég vona að vera í næsta vídeo, þá verður viðtal við unga, eða ekkert endil unga, athafna konu allavega. Ég talaði við ungan athafna mann í síðasta mánuði, næst ætla ég að heyra í
athafna konu, einhver sem getur miðlað okkur einhverjum góðum fróðleik. Takk í bili.